Heil og sæl, kæru hlustendur og verði hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla og er stjórnandi þáttarins. Nú er febrúar langt komin þegar þessi þáttur kemur út og ég vona svo innilega að hann hafi verið frábær það sem af er. En ég setti af stað smá áskorun í upphafi mánaðar og ég hviti ykkur til þess að hlusta á heilsumólan sem heitir einmitt frábær febrúar ef að þið vitið ekki hvað ræðir. En það er aldrei of seint að byrja. Það er alltaf hægt að taka 10 daga áskorun eða 5 daga áskorun eða gera eitthvað svona eða taka bara mars og velja þér einhverja venju sem þið langar að bæta inn í lífið þitt sem hefur jákvæð áhrif á heilsuna. En í dag fekk ég til mín mjög skemmtilega konu, hana Kristborgu Bóel, sem er með hlaðvarpið Tilveruna, eða Tilveran. Og ef þið hafið ekki hlustað þá mæli ég svo sannarlega með því hlaðvarpi. En ég segi alltaf konur eru konum bestar og maður á að lyfta öðrum upp sem er að gera gott. Áður en við vindum okkur í viðtalið þá ætla ég að þakka mínum diggu samstarfsaðilum eða mínum stuðningsmönnum sem hafa verið á kantinum núna í langan tíma og ég er þeim svo ótrúlega þakklátt. En það er Heilsuhyllan og heilsuvörur mánaðarins hjá Heilsuhyllinni er Better You og það sem að ég er búin að vera að pröfa mig áfram núna með er alveg geggjað. Það er drykkjarduft, Magnesium Max, drykkjarduft frá Better You sem þú bara einfallega setur í vatn og ég er bara búin að vera miklu duglegri að muna eftir að drekka vatn þegar ég er með þetta, mjög frískandi og svo erum við oft bara að fá of lítið magnesíum. Það er bara einfallega þannig. Síðan er það Spíran sem er uppáhalds veitingastæðurinn minn. Hann er staðsettur í Garðheimum, ótrúlega fallegur og notalegur staður. Það er hægt að borða hádegismat, það er hægt að borða kvöldmat og þarna á milli er hægt að fá sér svona létta rétti og einhver sætindi líka ef maður vil kíkja í kaffi og kökur eða eitthvað svoleiðis. En ég var þar í kvöld með syni mínum og við fengum okkur kalkún sem er bara eitt af besta sem ég veit með eplasalati og sætkartöflumús og öllu. En það er stundum á 50 dögum. Á föstudögum er hægt að fá naut og bernes og það er alltaf alla virkadaga, fiskréttur, kjötréttur og grænmetisréttur eða veganréttur nema á föstudögum, þá er ekki fiskurinn. En ég bara hveti ykkur til þess að kíkja á Spíruna ef þið hafi ekki farið þangað. Síðan er það Þín fegurð snyrtistofa sem er á annarri hæð í firðinum í Hafnarfirði og ef þið vitið ekki hvað þið að gefa á mæðradaginn eða konudaginn þá mæli ég með gjafabréfi í eitthvað degur hjá þeim, geggjugjöf. Gjöf sem fyrir þá sem að eiga allt, þá er svo ótrúlega gott að fá eitthvað svona, sem er svona næs. Og síðan er það Virkja, markþjálfa skóli og þau stuðla að innri vexti og ég segi alltaf bara eins og þau segja, taktu næsta skref í átt að þínum árangri. Af því að ég get svo sannarlega af eigin reynslu mælt með þessum skóla. Hann kom mér í nýtt borð í tölvuleik lífsins eins og sagt er sem er alveg geggjað. Og að lokum er það Ungbarnasund Erlu sem er litli sundskólinn minn sem verður 20 ára í sumar. Ég bara trúi því ekki. Þetta er svona eiginlega 4. barnið mitt. En ég er búin að kenna Ungbarnasund í Suðurbæjarlaugu í Hafnarfirði síðan sumarið 2006. Þannig að það er að koma 20 ár núna í sumar og ég er bara svo ótrúlega þakklátt fyrir að fá að hitta allar þessar litlu fjölskyldur á hverjum þriðjudegi, viku eftir viku, mánuð eftir mánuð. Og ég er núna með námskeið fyrir alltaf 2,5 árs og þó að börnin hafi ekki áður verið í Ungbarnasundi, þá er aldrei of seint að byrja. Þannig að ef þeir börn sem eru orðin eldri en 1 árs, þá er hægt að byrja bara beint í elsta hópnum sem heitir Framhald 3, sem er fyrir 1 til 2,5. Ef þið eru með pínulítil kríli, þá eru byrjendahóparnir alveg frá 0 ára, frá 3 mánaða upp í svona 6-7 mánaða og svo er framhald 1 og svo er framhald 2 og það er bara hægt að koma eins oft og mann langar. Það var einn að útskrifast núna sem var að klára sitt 13. námskeið og ég er alltaf stolt að segja frá því. En nú ætla ég að leyfa ykkur að
hlusta á spjallið við hana Kristborgu Ból sem ég held að sé nú bara oft kölluð Ból og bara já, vonandi hafið þið gagn og gaman að því gaman og ég hafði við að spjalla við þessa frábæru konu. Gjörið þið svo vel. Hjá mér í dag skemmtileg kona. Hún heitir Kristborg Bóel Steindórsdóttir og ég verð að viðurkenna að ég vissi ekki mikið hana fyrr en að hún byrjaði sjálf með hlaðvarp sem heitir Tilveran og alveg frábært hlaðvarp. Og ég búin að vera að hlusta á það og hún segir svo skemmtilega frá og bara með flotta viðmælendur. Þannig að mig langaði að heyra meira þig og þína sögu. Já, takk fyrir að bjóða mér. Það er svolítið skrítið að vera megin hljóðnemans. Jú, ég alveg bara pínum mig í maganum, sko. En bara við sjáum hvernig þetta fer. Já, algjör óþarfi, sko. Já. En fyrir þá sem að ekki þekkja þig, hvernig myndir lýsa sjálfur þér? Hver Kristborg Bóel? Sko, ég búin að hugsa þetta í alla morgun. Á ég að koma og vera bara hrá og einleg eða á ég að feika? Í alvöru. Af því að líf mitt pínu svona upside down þessi dagana og vikurnar og ég veit það bara ekki alveg, sko. Jú, eða þú veist, ég hélt eins og ég væri með allt á hreinu, sko, og svo skrítið að hugsa þessa spurningum, finnst mér líka, sko, því að það alltaf skilgreinis út frá hlutverkunum sínum. Ég 4 barna móðir og ég amma. Mér langar bara að segja, sæl, ég heiti Kristborg Bóel og ég amma. Þú veist, það svona það sem ég uppteknust af í augnablikinu, en sko, já, svo skilgreinir maður líka sig út frá störfinu sínum og ég með hlaðvarp í Tilveran, svo ég bara að djögla ýmsum öðrum boltum, ég að skrifa fyrir Læknablaðið og svo bara, já, ýmis önnur verkefni, þannig að en svona, já, ég bara veit ekki alveg hvað ég á að segja. Ég bara líka kona sem að veit að hún þarf að elta draumann sína og það svona misjafnlega mikið rými til þess, einhvern veginn hverju lífskeiði og svona með hlaðvarpinu ég kannski stíga svona einu skrefi nær því að mér langar í rauninni bara að vera jafningafræðari. Mér langar bara að tala og fá fólk til að tala og ég svona passjónum mitt í lífinu að segja sögur og fá aðra til að segja sögur, þannig ég kannski svona á réttri leið, sko. En, já. En hvar byrjaði þessi brennandi áhugi á þessu? Sko, ég hef alltaf haft mikinn áhuga á íslensku og elst upp í svona frekar eldra umhverfi hjá ömmu afa dálítið mikið og mamma talaði gott mál og mamma var mjög mikið svona sagnakona eða svona sagði rótlega skemmtilega frá. Og ég hef bara einhvern veginn það frá henni að einhvern veginn ná að raða orðunum mínum einhvern veginn fallega saman. Og sko, svo lærði ég, fór í grunnskólakennari, ég grunnskólakennari frá Kennaraháskóla Íslands sem var og hét og náms- og starfsráðgjafi og ég get ekki sagt þér og ég hef oft hugsað bara hvað var nú þetta því ég myndi sko, ég veit ekki hvað ég myndi gera frekar en að fara að kenna enn í grunnskóla, sko. Já, og ég hef aldrei gert það, ég bara get ekki hugsað mér það, en samt sko, svo kemur þetta allt heim og saman að því að þú veist, að vera kennari, þá ertu að fræða og segja sögur, þannig að ég held bara einhvern veginn að það ekki eins fjarri lagi og ég kannski hélt á tímabili, sko, en ef að ég hefði haft eitthvað svona, einhverja hugmynd það búsett út á litlum stöðu út á landi þegar ég að alast upp, að væri bara eitthvað kannski stærri stöðu fyrir til, sko, og maður gæti gert alls konar heldur en að vinna bara í fiski, þá held ég hefði látið reyna á leiklistina. Og draumurinn minn stóri draumurinn minn að standa á sviði og tala. En svo núna þegar ég horfi á son minn sem leikari hjá Þjóðleikhúsinu, kannski sína 100. sýninguna Lína Langsokk, sem ég veit að honum finnst æðislegt og ótrúlega, þú veist, minnst þetta ótrúlega heillandi heimur, þá hugsaði ég bara daginn, nei,
það væri kannski ekki fyrir mig að vera í svona miklum endurtekningum. Yeah, En mér langar, ég svolítið þarna, mér langar að tala og mér langar að, já. Þannig að þetta hefur alltaf kannski blundað í mér, en svo einhvern veginn leiðir lífið mér bara áfram og ég er fædd og uppalin út á landi eða Austurlandi og flytt þangað aftur 2007 og þá er ég búin að eignast 3 eldri börnin mín og ég fer að vinna í Alcoa Fjarðarálið sem var þá nýtt og fer inn á kennaramentunum minni í svona fræðslumál en mjög fljótlega einhvern veginn bara sá yfirmaðurinn minn að styrkleikandi mínir lágu í skrifum þannig að ég tek við svona innanhús fréttablaði og það er í rauninni svona fyrsta svona blaðamennskan mín og við gefum það út á hálfsmannafresti og ég er alltaf viðtöl við starfsfólk og elskaði það og svo bara atvikast það þannig að ég er eiginlega bara veitt úr Alcoa Fjarðarál þarna einhverjum 5 mánuðum seinna til að taka við Héraðsfréttablaðið Austurlands og það er Dýfstalaug og stærsti skóli sem ég hef farið í gegnum bara gjör svo vel, hér er Héraðsfréttablaðið, það er alltaf gefið út á 50 dögum. Alltaf. Hvort sem þú ert með flensu eða ekki. Og þú ætti bara að finna efni Já, þannig að ég bara tek við þessu risavaxna verkefni og þetta er bara Héraðsfréttablaðið sem að spanna frá Djúpavogi og bara allt Austurland sko. Og þú þarft að vera með forsíðu viðtal og þú þarft að vera með fiskifréttir og þú þarft að vera með íþróttir og bara auðvitað sko fékk ég fólk líka til að skrifa efni en ég bara ábyrg á þessu dæmi sko. Og þannig að þetta bara geri ég alveg í 5 ár, langum að segja, þá getur þetta saman að svo svona héraðsfréttamiðl á vefmiðl og svo atvikast það svona undir svona seinni hluta þessa tímabils að máli við okkur sem erum í þessu fréttabrasi fyrir austan kemur hún María sem að var rak sjónvarpsstöðina N4 og þá vantaði einhverju umsjónarmenn til að taka við mannlífsþættinum að austan í sjónvarpi sem er eiginlega bara svona svolítið mín í landi, bara 4 innslögu þætti og þá einhvern veginn sko bara fekk hugtaki viðtal bara eitthvað annað sko aðra merkingu og þú varst séð fólk og svona já svipriði og annað og þá hugsaði ég bara ok, þetta er lífið sko og þá fekk ég algjöra sjónvarpsbakterí og ritstýriði og þessu í einhverjum 2 vetur og gerði mikið sjónvarp og líka að skrifa og þannig að þetta er svona þarna bara liggur ástríða mín í að segja sögur og fá aðra til að segja sögur. Og svo þegar að því tímabili lauk, þá fann ég varð að gera meira sjónvarp. Mér langaði að gera meira og ég er með ADHD sem er þvælist reglulega fyrir mér, en er líka minn svona drifkraftur. Og ég veit kannski að hefðbundi fólk er ekki að gera svona, ég bara sendi post á Sagafilm og bara góðan dag, gæti ég fengið að gera sjónvarpsþætti hjá ykkur? Heyrðu, hún sagði bara já. Já. Og þannig að ég geri sem sagt á árunum 2019 til 2022 3 6 þáttaseríur í sjónvarpi í samvinnu við Sagafilm og sjónvarp Símans í svona non-scripted eða svona heimildamynda eða þannig séð bara svona. Þú skrifar þessa þætti og sko, þegar ég hef samband við Sagafilm og þá vil ég gera þætti skilnaði og bara hversu víðtæk áhrif það getur bara haft ekki bara á einstaklingarnir 2 heldur bara nær umhverfið og þá atvikast það þannig að sama hugmynd af því hugmyndi liggja alltaf í loftinu þú verður bara að vera aðeins sneggri að grípa sko og sama hugmynd er komin inn á borð hjá þeim og er bara á teikniborðinu og það var Kolbrún Pálína sem að var komið með hana þannig að mér er bara boðið að vera með og þannig að við 2 sköpum þessa seríu sem að á endanum fekk heitið Ást og er bara svona ástarsambönd og einmitt skilnaði og svo ger ég 2 seinni seríurnar bara sjálf og hún hét annars vegar sko, seríunni minni hét Vinátta og það er bara eitt af fallegasta verkefni sem ég hef gert og ég bara skoða vináttarsambönd
og svo gerði ég líka 6-8 seríu sem hét Heima, bara svona hvað er heima fyrir þér. Já. Og það er svo mismunandi, það er kannski bara einn blettur á Snæfellsnesi, þar sem hún finnur bara, það þarf ekki að vera þess að heima, skilur, kannski er það æsku slóðurnar og mér finnst það svo áhugavert, sumir er alltaf heima þar sem er úrst upp en aðrir bara kannski alls ekki. Sko. Ég var akkurat að tala við einu síðustu helgi sem búsett í Svíþjóð, er íslensk. Já. Og ég sagði, ég ert að fara aftur heim eða varst að koma heim og hún bara, ég veit, ég kalla bæði heima. Já, einmitt. Það er svo fallegt, sko. Fallegt og flókið og líka vinátta, sko, og þannig að já, í þeim, í þess að 2 seinni seríunum, þá í rauninni bara kem ég að máli við Pálma Guðmunds sem var þá með Símans og þegar ég kem að máli við það með þegar ég er búin að skila mér ást og ég segi bara Pálmi, ég er með hugmynd sem bara, það verður bara að gera þetta og þá segir hann bara Bóel, það hefur aldrei neitt fengið að gera 2 seríu bak í bak sem er ekki framhald en bara allt sem hún gerir bara verður svolítið á gulli og bara ég trúi á þetta og við gerum þetta. Og þannig að þá kem ég og í rauninni sko, þá var ég ekkert með eitthvað mótað við hverju ég vildi tala, ég bara vissi konseptið og þannig að í rauninni þá bara skapa ég þessi seríur og svo fæ ég með mig framleiðanda og þú veist, teymi, þannig að þetta er bara frá fyrsta orðið á tústöflu yfir í bara frumsýningu. Og eru þessi þættir aðgengilegir einhvers staðar? Ég held að sé ennþá Símans, já. Ég held að, langt sé ég gáði því, sko. Já. Og hvað lærði þú af þessu, að gera þessa seríu? Sko, þetta er náttúrulega, ég bara, það staðfestist kannski fyrir mér að þetta er svolítið það sem ég vil gera og ef ég mætti ráða þá væri ég bara að vinna í landanum, bara fara út allt land og tala við fólk og gaman að segja frá því að fyrir 3 árum þá tók ég þátt í umsóknarferli og komst sorglega langt, sko, og ég er enn pínu svona að jafna með þetta, það hafi ekki landað því en það kemur kannski einn daginn en ég veit að þetta er svona það sem svona þessi hvað ég segja, já, bransi sem ég svolítið brenn fyrir og veit alveg ég áttur að fara hana aftur með einhvern tímann, með einhverjum hætti en líka bara að kynnast öllu þessu fólki og já, bara sem að kemur og gefur af sér bara já, svo mikið, bara við að segja sínu sögur og já, og líka bara læra teymisvinnu og bara fá líka bara að skyggnast á inn í hennan heim, hvernig þetta gengur fyrir sig og bara, já, þetta var svo lærdómsríkt, bara allt, sko. Já, það er ótrúlega gefandi að taka svona viðtöl. Ég hef náttúrulega ekki verið í sjónvarpi en bara svona, að horfa í augun í 1,5 tíma kannski og vera að deila sögum og hlusta og þetta er svo ótrúlega, þetta er sem heitir töfrar. Ég veit það. Einmitt og svo fannst mér sko að því að þannig að eftir blaðamennskuna og ég viðurkenni það nú alveg og þess vegna hef ég ekki einu sinni sko geta hugsað mér að sækja þegar til dæmis RÚV er að auglýsa til fréttamönnum því að þar slær hjarta mitt ekki ég í rauninni svona skrifaði svolítið yfir mig á fréttum og ég hugsaði bara ef ég þarf að skrifa eina frétti viðbundum Laxeldi í Berufirði ég bara geta það ekki eða þú veist bara geta það ekki og þannig að ég var alltaf svona meira í human sko þannig að, já. Það var sannlegt. En þú hefur líka talað í hlaðvarpinu þínu að þú lentir í ákveðinni tilvistarkreppu og það er kannski þín ástæðan fyrir að fórst af stað með hlaðvarpið eða hvað? Já, svona kannski hinnángin, allavega ég vissi alltaf að ég þyrfti að gera meira einhverja miðlun en kannski var þetta bara nærtækast. Já. Og, já, svona... Hvað gerist og svona, hvað verður svo þess valdandi að þú bara kýlir á þetta að byrja? Já, ég veit ekki hvað ég á að taka langt svara á þessu. Sko, það var í kringum COVID að ég kemst að því að ég er með, risavaxið, hvað heitir þetta? Vöðvaæxli í leginu. Á þess að hafa hugmynd það. Já. Kom bara í ljósi í skoðun, almenni svona kvenlæknaskoðun. Já. Og ég er bara drifin hana akút í aðgerð, bara keisara og þetta er víst eitthvað sem að legir fyrir að taka upp á eða svona þetta er algengt á miðjum aldri og sem betur fyrir þetta yfirleitt sko góðkynja en mitt var að stærði handbolta. Wow. Og var þetta búið að hafa áhrif á heilsuna? Nei. Ég bara þurfti rosalega oft að pissa og ég bara seldi mig það að ég væri svo dugleg að drekka vatn.
Þannig ég veit ekki hvernig þetta hefði uppgötast, skilur við, ef ég hef ekki bara þurft í skoðun út af öðru. En svona upp úr þessu, þannig COVID að skella á og ég man þegar ég fyrir þessa aðgerð, þá bara held ég bara fyrsti daginn sem bara lokað á sjúkrahúsum, bara, þú veist, grímuskyldan kemur og allt það. Og svo fyrir ég í þessar COVID-sprautur og ég veit ekkert hvort að þetta inngrip, að það bara þarna rifið með legið, en samt skildir eftir sko eggjastokka, þannig að það faktist hefði ekkert átt að hafa ekkert átt að húrra mér á breytingaskeið, þannig að þetta samt náttúrulega inngrip mikið, eða hvort það voru COVID-sprauturnar eða bara allt í blandaði ekkert, en svona eftir að hyggja sé ég að þarna kannski svona lína dregin í sandinn. Og svona ef ég horfi í baksinspeilin og ég átta mig ekki á því að ég sé að fara á eitthvað breytingaskeið og þarna akkurat á þessum tíma erum við kannski líka að hér á Íslandi að fara í einhver skil, það var ekkert talað þetta fyrirbæri, eiginlega fyrir en akkurat þarna, þú veist, já. Þannig að þú veist, ég bara leit ekki hugan að þessu, mér finnst ég náttúrulega bara ekki, þetta í fyrsta lagi kæmi ekki einhvern veginn fyrir mig, og í öðru lagi ég var bara ekki nógu gömul í þetta, mér fannst. Og ég fer samt svona að upplifa svona andlegar lægðir. Ég finn ekkert sem að ég tengdi við breytingaskeið því að það var þarna náttúrulega bara að tala bara það bara sveittar gefanda kellingar, skilur. Og ég var ekki að finna neins svona líka með enginn, en bara svona rosa svona, hvað ég segja, svona, já, tilgangsleysi og svona þyngsli andlega. Og var með að segja þannig að einu vinkonu mín sagði bara, viltu ekki bara, þú veist, þarftu ekki bara fara til Píeta? Ég bara, nei, þú veist, hún bara, en þú ert bara einhvern veginn, bara hætt að, ég dróð mig út úr öllu. Ólík sjálfur þess. Rosalega ólík sjálfur mér og ég sú sem kannski var alltaf, eða svona meira að koma á tengslum við alls konar fólk. Ég bara, nei, bara, þú veist, ég hafði ekki áhuga neinu. Mér fannst allt tilgangslaust, ég sá einhvern veginn framundan, þó ég væri aldrei í neinum svona að ég til einhverju, þú veist, hættu og einhverjum sjálfskaða en eitt svoleiðis, skilur, en bara, mér leið bara rosalega illa og eitthvað sem ég tengdi ekki við þetta. Og svo einhverju seinna bara fer ég í svona, já, mælingu, þá eru hormónin mín bara öll í rugli. Estrógenið mitt rosalega lágt og þannig að ég fer bara á svona hormónu uppbót og meðferð og það bara í rauninni bara breytti öllu, sko. En svo það bara þannig að örugglega þegar ég var svona 20 þá hélt ég að þegar ég í 50 þá væri ég bara á einhverju lignum sjó og kannski bara skemmtiferðaskipi með hatt og þú veist vínglas, skilur, og svo bara allt í rugli ennþá, ég bara svona og það bara snúið að vera einstætt foreldri og ætla að halda út í heimil og einum launum og þannig þetta bara svo margir faktorar sem að eru bara snúnir og eru bara álagsvaldar að vera alltaf með fjárhagsáhyggjur og svona og þó ég sé alveg skapandi fyririldi þá ég stengið í grunninn sem vill hafa hlutina svona nokkuð á hreinu og það henda mér bara rosalega illa að vera í svona miklu rugli, sko. Þannig að, já, þannig að kannski þegar ég hef vitað mjög lengi, ég vildi gera hlaðvarp og vissi í rauninni alltaf að ég vildi hafa það eitthvað á þessum nótum en sá ekki alveg svona formið, sko. En svo setti ég bara niður, svaraði sjálfum bara hvað ég vildi, þú veist, með þessu, af hverju og þá í rauninni bara fannst mér kannski bara tilvalið að ég vissi að ég var ekki ein í þessu svona ástandi og hugarástandi að hvort það væri ekki bara sniðugt að ég myndi bara halda utan eitthvað plattform þar sem ég geti fengið til mig konur bara bæði til að svona leiðbeina mér og þá öðrum. Það var svona hugsunin, sko. Og nú ég búin að gera 17 þætti og við erum já, mikið búin að vera á þessum nótum en svo finn ég núna að mér langar bara kannski fara að útvíkka það og hef alveg líka verið að fá yngri konur til mín sem eru bara algjörar sprengjur og ég sagði við einu daginn, ég bara, já, býtu bara, þú veist, ég var líka svona, alveg bara svona algjörlega, þú veist, fannst ég geta allt og sýrandi og þú veist, ódreipandi, já. Finnst þér þú, sko, syrgja þessa gömlu þig, eða ertu kannski bara sáttari
Já, góð spurning. Ég geri það. Eða þú veist, sérstaklega í svona drifi, svona drifkrafti og ég finn alveg líka og það er eitthvað sem hún Halldóra Skúla hjá Kvennaráð sem hefur mikið stúderað breytingaskeiðið og gerist með svona hormónaflökti að við missum líka kjarkinn. Allt í einu er ég flughrædd og eitthvað svona og eins og bara ég er ekki viss það að ég myndi eitthvað taka upp tóli núna og hringja í Sagafilm og spyrja hvort ég mætti gera sjónvarp sko. Þannig að jú, kannski á góðum degi eftir 4. kaffibollan í röð eða eitthvað svoleiðis en svona, já, ég syrgi þessa típu, já, ég geri það alveg, sko. En ég er bara, já, ég er ekki alveg búin að aðlagast. Nei. Og ég er svo hissa, bara, what? Veitu, ert þú þreytt? Já. Finnst þú kannski bara ennþá inn í einhverju hringiðu? Ég er náttúrulega bara í algjöru, ég er bara allt niður mig, sko. Nei, það er bara mikið í gangi. Ég er eins og ég segi, bara akkurat núna á þessi tímabili lífsins, þess vegna var ég að hugsa þegar ég var að keyra, bara hvað á ég að vera að segja, ekki segja, þetta sé bara flott, sko. En ég er bara að djögla, þú veist, verkefnum og vinnum bara til að einhvern veginn lifa af og mig sko ég þrái svolítið svona lygnari sjó til að geta skapað, til að geta, því ég finn það alveg, sko, en oft hefur svona, sko, sérstaklega áður fyrr, ef ég var einhvern veginn, kannski með að mér fannst þá allt í raskæti, þá einhvern veginn bara fékk ég hugmyndir, bara gera þetta og bara keyra þetta áfram, en núna svona finn ég að meira þvælast fyrir mér að, þú veist, ég veit alveg ef ég væri á lygnari sjó, þá hefði maður meira rými til að einhvern veginn að skapa meira og já. Já. Því þetta hlaðvarp náttúrulega er svona með áherslu á heilsu og ég hjó einhvers staðar eftir því þú hefði farið í veikindaleyfi út frá öllu þessu bara hvernig, sko, því að nú upplifir svo bæði margir sem hafa komið til mín og bara margir sem hefur upplifið ákveðna svona skömm við að fara í veikindaleyfi. Upplifið þú eitthvað tengt því? Nei, ég bara gerði það ekki, sko, bara... Frábært. Já, bara... Já, ég bara átti rosalegt ár 2024 og það bara lagði mig, sko. Og ég misti mömmu og bara að því ég er alveg í rauninni meðvituð að það sem ég hef verið að takast á við er alveg kannski fyrir fleiri en einn og fleiri en tvo að taka einhvern veginn við, sko, þannig ég var hvorki hissa að ég bara hafi klárað batterið mín og nei, ég upplifði ekki skömm, ég bara gerði ekki og nei. Fannst þér þú ná að nýta þetta, þú veist, til að byggja þig upp? Eða finnst það kannski bara stuttur tími? Já, eða sko það sem að ég hef upplifað svona á þessum síðustu 5 árum er að bara mér finnst svona ef ég væri rafmagnsbíl þá myndi ég upplifa að svona batterið væri skaddað, sko. Svona grunnorkustöðu mín er sködduð, sko. Og hvort að ég fæ hana einhvern tímann, ég efast það, hún verður ekki eins og því ég var 25, sko. Og það sem ég finnst, sko, það þarf miklu minna til að sita mig út af laginu. Það þarf miklu minna til að, já, ég næ ekki nógu öflugur hleðslu einhvern veginn, þannig að það fljótar einhvern veginn að klárast af batteríunum mínum og það er kannski það sem ég er svona kannski erfiðast með að bara feysa. Já. En ég bara fór í virk og bara fullt af flottu úrræðum þar og maður fær að fara á uppbyggjandi námskeið og allt það. En svona svo veit ég ekkert, hvað hef ég þurft langan tíma, ég veit það ekki, bara, já, maður verður bara að stíga þarna út og sjá, sko. Og... Er bara einhvern sem segir nú að veikindaleyfi lokið, eða getur maður sjálfur haft eitthvað með það að segja? Bara eitthvað samtal, sko, já. Og í mínu tilfelli bara, já, var það bara metið
man ekki hvað stóð, fullreynt eða eitthvað. Og svo líka fær maður bara svona, bara mér langar ekki að vera á greiðslum frá einhverjum, skilur bara, vil bara einhvern veginn taka stjórn aftur, sko. Og já, þetta reddast, en þetta óttalegt ströggl, sko. Og já. Vá hvað ég leiðileg. Nei, langt frá því. En sko, mér finnst að því þú talar nú svolítið mikið breytingaskeiðið og allt þetta. Hvað finnst þér þú hafa lært af þeim sem þú ert búin að taka viðtalið? Kannski bara að við erum allar þarna. Sko, ég held að bara svona það sem ég hef, ég fæ skilaboð eftir hvern einasta þátt og það svo oft alveg ég held ég væri ein og bara hvað gott að heyra, það ekki fleiri og að það eru fleiri í sömu stöðu og þannig að bara svona, ég hef náttúrulega lært alls konar eins og til dæmis þegar Erla Björns kom og talaði svefn, ég bara, já, og Hanna Lilja kom, auðvitað pikka maður út, þú veist, í svona fræðslumóla, en kannski svona heilt yfir bara, við erum bara allar hana að ströggla og þú heldur alltaf að næsta mannski sem alltaf á hreinu og það bara ekki þannig, sko. Og kannski heldur einhverju ég sem alltaf á hreinu, en guð mig góður, þú veist, þannig að, ég veit ekki, kannski helst það, bara að það allir að díla við sitt, sko. Já. Mér finnst líka svo skemmtilegt, þú sagðist hafa tekið svolítið langa tíma í að, þú veist, bara að byrja með hlaðvarp þótt að hugmyndin hafa verið löngu komin. Hvað það sem að aftrar? Mér fannst þetta bara, einmitt, mér fannst þetta bara, ég bara flækti þetta alltaf mikið fyrir mér, bara uppbygginguna og líka, þú veist, einhvern veginn tæknimálin og hvað ætla ég vera, ætla ég að taka upp í stúdíó og svo bara, ákvað ég bara að kaupa mér svona, græjur sjálf og gera þetta heima og ég sé ekki eftir því, mér finnst það einhvern veginn svona, af því að það sem ég hef lært í gegnum blaðamennsku bara þú verður að skapa bara öruggt rými og verður að skapa traust og þá færðu bestu viðtölin, skilur, og ég trúi því að það sé bara, auðveldara fyrir viðmælendur einhvern veginn að koma heim til mín bara við stofuborð heima heldur en að fara í eitthvað stúdíóni í Skeifu eða hvað sem það skilur. Þannig að alls konar svona var að flækjast fyrir bara hvernig ég gera þetta og hvar og með hvað hætti og hvernig ég byggja upp þáttinn og svo bara í alvöru googlaði ég held ég bara hvernig það að gera góð uppskrift af podcasti og þá kom einhver lendi inn einhverja YouTube-brás þar sem var kona sem búin að vera með sitt eigið podcast og hún kom með að mér fannst einhvern veginn skothælda hugmynd að fyrir mig að vera með svona, þess vegna ég alltaf með hennar formóla eða klípusögu inn, sko. Þannig mér fannst það að ég væri kannski gefa mér í hverjum þætti og vera hrá og einlæg myndi kannski, bara skapa ennþá meira traust og fólk kannski tengja þá ennþá meira bara við það sem ég væri að gera. Og þannig að hver þáttur byrjar á svona smá innleggi frá mér og svo bara viðtali við viðmælandann og ég var bara líka ofboðslega mikið að velta fyrir mér efnistökum og hvernig ég ætti að gera þetta og þannig að það endaði með því að áður ég bara gafst endalega upp á sjálfur mér, sko, þá skrifaði ég örugglega svona 120 gula miða sem ennþá upp á vegg heima bara, ok, ég með alveg fullt af efni og svo bara, og bara byrjaði Það svo auðvelt að ófugsa nefnilega. Það svo stundum það maður bara að stökka úti einhvern veginn. En þú, sko, hefur gert ýmislegt ævina. Þú ert líka rithöfundur, hefur gefið út bók. Ég hef gefið út 3 bækur, eina svona ævi partasögu og svo hef ég gefið út gestabók og markmiðabók og með gestabókina og markmiðabókina það var svona típist svona ADHD moment sem ég átti. Ég mjög upptekinn af gestabókum og mér finnst það mjög svona merkilegt og dýrmætt fyrirbæri því að sko
ef þú hugsar það bara, hvað þarf þú oft að nota þína rithönd í dag? Bara nánast aldrei, sko. Þú ert ekki lengur að kvitta undir einhverjar nótur út í búðu eða eitthvað. Og maður skrifar eiginlega aldrei neitt. Afi minn með gestabók bara uppi við sem að hann fékk í 30-afmælisgjöf og hann níræður. Vá! Svona flöskugræn, svona leður, típisk gestabók. Og hann otar henni að manni bara alltaf þegar maður kemur og þetta svo blaði ég gegnum þetta og þarna sé ég, þú veist, pabbi var að skrifa og mamma var að skrifa og bara flest af þessu fólki sem hérna á blaðsíðunum og undan bara farið. Já. Og mér finnst eitthvað svo fallegt að eiga kveðju eða rithönd bara alls þessa fólks sem farið og mér finnst líka mér finnst líka svo skemmtilegt ef þú blaðar í gestabókum sérstaklega í sumarbústað, þá fólk að segja eitthvað svona aðeins meira, kom hér og dynsta dásanlegt og og oft frá fólki sem kemur erlendis frá og svona. Og það svo svona stemming sem mig langaði að skapa, ekki bara draga fram einhver gestabók og skrifa einhvern haus þegar einhver 50 eða eitthvað og svo bara nöfn. Mér langaði að skapa þessa stemmingu að fólk, að hún væri bara uppi við. Gestadagbók. Já, eiginlega gestadagbók. Og Ný hugmynd. Að fólk væri bara að skrifa á venjulegum þriðjudegi svona. Og einnig fannst mér hugmyndin að gefa út svona íslenska svona bucket list bók, eitthvað falleg. Þannig að ég var búin að hugsa þetta lengi og svo bara einmitt, bara held ég á rauðu ljósi fékk ég hugmynd og bara fór á næsta kaffihús og skrifaði konu sem ég vissi að væri bókaútgáfu og ég væri með frábæra hugmynd og við bara hittumst og við vorum búin að skrifa undir samning bara held ég sama dag, sko. En geggja. Þannig að þannig að minnst þetta ótrúlega Myndirðu segja að ADHD væri ofurkraftur? Já, svo maður líka skammaði fyrir það, sko. Ég var með eina daginn í viðtali á mér sem með mjög mikið ADHD. Hún Vigdís Stilja og hún sagði bara, þetta bara kjafta, þetta bara taugaþroskaröskun. Sko, fyrir mér þetta svona, þetta rosalega mikið drif á góðum degi. Þannig að, sko, 100% hefði ég örugglega ekki gert margt af því sem ég búin að gera ef ég væri ekki svona hvatvís. En svo kemur það mér líka alveg rosalega oft í koll að bara tala áður en ég hugsa og já, bara á þann veginn, sko. Þannig að já, ég bara allavega fyrir mig þetta drif. Það ekki. Já. Sko, ég alltaf svolítið svona hugfangin af þessu að vera með lífið í lúkunum. Þess vegna heitir hlaðvarpið það. Af því á endanum það einhvern veginn alltaf við sem berum ábyrgð. Við stjórnum alls ekki öllu í lífinu, bara síður en svo. En einhvern veginn á endanum þá það alltaf við sem getum annarkvæmt leita okkur aðstæðar eða tekið ákvörðunina eða hvað sem það er. Já. Og mér finnst alltaf svo áhugavert að heyra sko í fyrsta lagi bara hvað heilsa fyrir þér, af því að ég spyr alla. Og svolítið svona sérðu hana öðruvísi núna en kannski fyrir 20 árum þegar allt var í lygnum sjó, skilur? Já, það hefur kannski í rauninu aldrei, ég hef kannski aldrei verið eitthvað æðislega lygnum sjó, mér fannst þetta allt minna mál. Og einhvern veginn vílaði ekkert fyrir mér og bara hef alltaf verið algjör jarðýta, sko. Og þannig að í rauninni spáði maður kannski ekkert í því og bara veist hvernig þetta varst. Þú þurftir ekki að sofa og maður bara djammaði 2 daga í röð og mætti svo í vinnur klukkan 8 og það var einhvern veginn ekkert og þess vegna var ég bara ég eitthvað að vera að segja dóttur minni hvernig þetta skilurðu breytingaskeiðið og bara þú veist þessi aldur bara ekkert að spá í þessu, skilurðu. Þannig að já, klárlega bara kannski hugsa í öðru þetta, ég kannski bara hugsa þetta. Af því að maður bara komst upp með að gera það ekki. Frekar, sko. Og sérstaklega kannski á líka, þetta svona, ég held að ég sé á þeim aldrei að maður bara hefur einhvern veginn lifað svo miklar breytingar. Bara bæði með internetinu og bara umræðu öllu, það var enginn að tala þetta. Var enginn að, þú veist, spá í svefni eða mataræði eða, þú veist, þannig að ég held að ég sé þessu kynslóð sem bara hefur farið í gegnum bara ofboðslega miklar
breytingar, samfélagslega breytingar. Þannig að svona... Áhrifavaldarnir voru bara í nærumhverfinu. Skilur við, nú eru áhrifavaldar okkar allstaðar. Já, Við fáum upplýsingar allstaðar að. Já, algjörlega. Og eins og sé það var bara engin, ég hugst tilbaka, það var bara engin að spá í þessu. Nei. En hvernig myndir þú skilgreina heilsu í dag? Hvað er heilsa? Já, sko, eins og þú segir, þá náttúrulega veit maður að maður ber algjörlega einn ábyrgð á þessu, þó maður geti leitað sér aðstoðar. Og sko, til að bara ég haldi mér góðri, þá þarf ég að passa upp á svefninn minn. Það er bara orðið lykilatriði, sko. Og gengur mér alltaf vel? Nei, en ég finn rosalega mikinn mun ef að ég geri það. Og sérstaklega, það virðist vera eitthvað lykilatriði fyrir mér, ef ég næ 1 til 2 tímum fyrir miðnætti. Það er eitthvað svona magic sem að ég veit ekki hvað er. Já, það er alveg búið að sýna fram á það að svefn sé einhvern veginn bara meira endurnærandi. Já, þetta hér náttúrulega midnight, middle of the night, var miðnætti. Nú eru margir bara að fara að sofa þá. Já, einmitt. Það ætti að vera búin að sofa í 4 tíma eða eitthvað. Einmitt. Þannig ég finn að það er alveg, bara skiptir mig öllu máli. Og þau tímabil sem ég er dugleg að hreyfa mig, sem ég til dæmis ekki núna, en var í haust, og er alveg að fara að verða. Og ég bara finn að það skiptir rosalega miklu máli. Bara þá upp á, þá er ég ekki að meina upp á einhver kíló eða vöðvamassa eða neitt svoleiðis sem að maður það náttúrulega á mínum aldrei líka fara að huga vel á. En bara upp á svona að fara einhver vellunar hormón í gang. Og svo finn ég að það skiptir mig miklu máli líka að ná svona hugarró með því að taka bara svona einhver leitar hugleiðslur. Og já, og líka, svo var ég ógeðslega dugleg í haust að taka út að mestu hvítkveiti og sykur og ég fann líka að það gerði mig gott. Já. Þannig að bara, þetta er bara þessi gamla tugga, skilur við, bara fara svona kortleggja aðeins hvað þú þarft að gera og bara gera það, sko. Næra sér vel bæði líkamlega og andlega. Já, og það helst líka í hendur, en svo er líka bara, en það er mjög erfitt að vera á góðum stað andlega þegar maður er í svona mikilli streitu og það er bara, ég held að sé bara staðurinn. Nefnum þú sért í þeim betri stöðu, sko, í vinnu upp á tekjur, þá er bara ofboðslega tæft að enda upp saman og vera áhyggjulaus með eina tekjur, sko. Þannig að svona þessi fjárhagslega heilsa bara skiptir ótrúlega miklu máli í andlegri heilsu. Finnst þér einstæðir foreldrar að fá meiri stuðning? Já, en bara í hvaða formi, einmitt. Já, einmitt. Bara, ég veit ekki, það er bara flókið, sko. Já. Bara mætti kannski laga bara húsnæðisvaxtakerfið og það. Ég fór ekki svona kíkja á lánum mitt hvað er búið að hækka mikið, skilur, sem ég keypti fyrir 2 árum, skilur. Bara, já, þannig að svona, já, en auðvitað skiptir andlega heilsan höfuðmáli. Það er bara svo margt sem þarf líka bara einhvern veginn hjálpa stað til að hún sé góð, sko. En hvað gerði þú svona sérstaklega aðalega til þess að koma þér upp úr þessari ímynduðu holu sem þér fannst þú svona detta í? Já, ég náði náttúrulega bara hvíld og það er líka ógeðslega snúið, sko, af því að það er eitthvað í mér, eitthvað svona innbyggð skömm, eða ég veit ekki hvað er, bara alveg galið að leggja sig á daginn og skilur, bara ég veit ekki hvaðan ég hef þetta eiginlega, eða svona bara að hvíla sem mann finnst maður alltaf þurfa að vera annars sem maður er svona hinsegin. Þannig að ég alveg þurfti að taka mig í gegn þar, sko, og reyna svona aðeins að afbylla þær raddir í höfðinu á mér. Og þannig að já, þarna á síðasta ári þegar ég var í veikindaleyfi, þá bara einbeitti ég mér að því að fara í svona meira svona slow pace, sko, og bara viðurkenna það að ég gæti ekki verið á svona miklum hraða. Og líka samhliða var að vanda mig í þessum grunnstóðum, sko. En já, en svo er alltaf þetta, það er bara rosalega streita í samfélaginu, sko. Hvernig tekur maður ekki þátt í henni?
Já, kannski bara hlusta bara hvað þú getur sko, í hverju getur tekið þátt, en svo finnst mér líka rosalega leiðilegt að einhvern veginn leið og maður einhvern veginn dregur sér svolítið inn í einhverju skil og þá ertu kannski að hætta að hitta vinkonur þínar, eða skilur þetta er svo mikil líndans, þannig að bara kannski bara aðeins að reyna að hlusta á innsæði sitt sko, sem að mér finnst reynda sko hafa elst svona með aldrinum, að maður svona þessi gut feeling sko. Maður þorir meira að hlusta það. Já. Kannski svolítið það. Jú, en það bara, þú veist, fyrir líka fólk á mínum aldri, nú er ég 50 og þú ert með sko börn sem að verða uppkomin og það ekki eins og sko, þú hættir að vera sagt, mamma eða umönnunar aðili fullorðinna barna, skilur það bara tekur eitthvað annað við og svo fá sérstaklega konur á mínum aldri bara í fangið alls konar önnur hlutverk, það eins og aldraði foreldrar og allt þetta, þannig að þetta en þetta venjulega umfang minnkar ekkert sko, þannig að þetta bara þetta klemmukynslaðan, ekki kallað það? Jú. Það bæði að sjá börn og aldraða foreldra. Já, einmitt. Og það bara, þetta eru bara rosalega margir boltar sem þarf að vera að djögla sko. Og svo líka bara muna eftir öllum þessum dögum bleikidagurinn og sparinestið og æskilið, þetta bara svo mikið. Ég hef svo oft velt þessu fyrir mér hvernig, af hverju samfélagið orðið svona, þú veist, að því að þú þarft eiginlega alltaf að taka þátt í þriðju vaktinni, það bara ekkert hægt annað. Nei. Þannig að þetta einhvern veginn verður alltaf, en já. Já, en svo hef ég líka, að því að ég á nú svona bækistöðu í Austurlandi, þaðan og svo ég fer ofta austur og þá finnur maður svona alveg bara, þú veist, bara svona einhvern veginn að svona maður næri að sunka aðeins niður, líka bara umferðin og vegalengdirnar og allt það sko, það fer allt í svona hægari takt sko, þannig að stundum hugsa ég bara hvað er ég að gera þarna sko. En langar að flytja aftur út á land? Sko, bara akkurat núna langar mig það ekki sko, af því að nú ég kannski að brasast í því sem að ég elska að gera og það væri kannski hægara sagt en gert að halda út í hlaðvarpið austan landi og krakkarnir mínir hinir eru hér, þannig að þú veist, nei, mér langar það ekki, en það er annar taktur sko. En maður hefur oft heyrt þetta og líka bara fólk sem flytur til Danmerkur eða eitthvað svona, talar oft kannski það reyndar þá ekki í stórborg, ég veit það ekki, en það talar bara hægari lífstíl. Já. Og það einhvern veginn allt svo hratt hérna í höfuðborginni, það bara... Já. Þú veist, svo þetta bara flókið og óbúslega mikið mál að deyja sko, og skrítið að sitja við, þú veist, hliðina á mömmu sinna og halda í hendina á henni síðasta andardráttinn og svo bara seinni partinn eftir bara, já, góðan dag, ég ætla að panta 4 brauðtertur og daginn eftir bara líkkistu, skilur þú fær bara ekkert breyk, skilur og svo bara þessi pappír og þetta dánavottorð og svo bara hvað ætla ég að gera við eignirnar og þannig að það fer bara stað einhver æðislega snjóbolti og svo ákváðum við bara systkinin að við ætlum bara að selja húsið og það var bara náttúrulega eitthvað ævintýri út fyrir sig og hafði aldrei verið flutt þar út í sko bara einhver 70 ár, bara fólk flutti inn og dó, skilur, og það var bara að finna sko rokka og kamba og bækur frá 1850 á lofti og þetta var bara svo yfirþyrmandi, ég bara hvernig á ég að gera þetta og ég var að mestu leyti ein í þessu og ég hugsaði bara, ok, ég byrja bara á forstofunni og bara einn skápur í einu og þetta var bara svo mikið en samt einhvern veginn svo sko mikilvæg úrvinnsla en þetta bara svo mikið sem framundan eftir dauðan fyrir þá sem að eftir eru sko. Þetta bara og það gefur bara ekkert breyk sko fyrir löngu seinna. Það eitthvað galið að missa náinn ástvin og svo ættu bara að vera búin að jarða eftir 10 daga og þetta svo ógeðislega mikið sem þarf að gerast. Bara pappírsflóð og leyfi fram og tilbaka og allur þessi tjekklisti sem það var að gera sko. Þannig að ég var alveg bara marga mánuði einhvern veginn að komast fram úr bara þessu sko.
bara öllum þessum verkefnum. Sitið þú bara sorgin á hakanum? Já, þú er náttúrulega engan tíma í það fyrir þetta jarðaför, sko. Bara einhvern veginn að klappa á baki á einhverjum öðrum og bara, eins og ég segi, bara panta veitingar með hinni hendinni, sko. Þetta er alveg galið, sko. Og Sérðu eitthvað fyrir þér, væri hægt að gera þetta eitthvað öðruvísi? Nei, þú veist, ég náttúrulega veit ekki hvernig þetta virkar eins og hér í bænum, hvort þú færir bara einhvern í þetta, einhverja útfara stofið eitthvað, við bara gerðum þetta bara sjálf, skilur, og ég held að fólk einhvern veginn endaði að gera það, en þetta er bara svo mikið, þetta er eitthvað svo óviðeigandi að þurfa að fara eitthvað gunna í þetta, skilur, þú ert bara, því að mamma þín er ennþá bara í líkhúsinu, skilur, þetta er bara eitthvað svo, bara og svo var ég alveg bara svona mörgum vikum seinna alveg, ég ætla að hringja í mömmu, svo bara, já nei, hún dáin. Það skilur, þetta er svona heilin ógeðslega lengi að meðtaka, sko. Og svo fer maður náttúrulega í þetta líka bara, var ég ömuleg dóttir, hefði ég átt að gera, skilur, einhvern veginn, það kannist allir við þetta, bara hefði ég getið gert betur og, þú veist, skrítið. Já. Þetta er mjög skrítið. Já, og nú er ég bara enga foreldra. Þið bara... Búin að missa bæði? Já. En þú sagði að þú væri rosa náinn afa þínu? Já. Eitthvað það er dásamlegt? Já. Afi er svona mitt pappa ígildi, sko. Já. Og hann er nýræður og bara, já, við bara heima og ég fer Austurland og við drekkum ógeðslega mikið kaffi og spilum rússa og eitthvað. Nei, en dásamlegt. Já. En þú sagði líka að það hefur alist eitthvað upp hjá þeim, eða? Já, þau bara bjuggu á stöðu fyrir, þannig ég bara leitaði mikið, bara amma var alltaf heima og við gerum bara morgunleikfimina á Rástvöðu og fóru svo gróðsettum einhverja lauka og svo kom afi heim í 10 kaffinu og 12 og 4 og það var alveg brjálega að gera, sko. Og svona elst upp þar og það var svona einhvern veginn svona, ég veit ekki, svona, ég oft lýsti bara svona, það var bara svona þykkur friður þar, skilur, þú bara mátti vera, þurftir ekki, og það var, mér fannst var bara amma til fyrir mig, skilur, veist, einhvern veginn svona, mér þetta ekki huga, hún hefði eitthvað annað hlutur í lífinu, sko. Það er okkar þessum dásamlegt að upplifa það. Já, og mamma vann mikið og þannig ég leitaði bara mikið þarna, sko, og einhvern veginn bara, já, ef ég hugst tilbaka, þá bara hélt ég alla tíð að amma hefði verið búin til fyrir mig, sko. En hún var sko 14 árum eldri en afi. Vá! Alveg, og bara ég hef aldrei séð fallegra samband og hann er fæddur, hann er nýræður núna, amma fædd 1920, þannig hún dó 2006. Og já, og ég skil ekki alveg, sko, hvernig jörðin á að snúast áfram ef hann deyr, sko. Algjör ástelpa, sko. Svona kletturinn minn, sko. Já. Það er fallegt. Og æskan, mótaði hún þig mikið að alast upp út á landi? Já, náttúrulega bara, já, sko, ég elst upp í alkohólísku umhverfi á heimilinu mínu, pabbi var alki, þannig að það litaði ótrúlega mikið og svona meðvirkni og mamma drakk aldrei en hún var bara náttúrulega, já, meðvirk og þó maður hafi ekki vitað hvað það var á sín tíma og svona, og einmitt leitaði þá kannski bara mikið í vinnu í einhverjum flótta en ég, þú veist, ég var alltaf elskuð og efast ekkert það en það var bara svona svolítið vannverkni svona þar, sko, og þessna var bara algjör leikbreytir að geta bara hoppað yfir í næsta hús og vera þar svona miðpunkturinn og já, þar var ég séð og svona, þú veist, þannig að, en já, það svona, já, svona aðstæður móta, sko, og ég er alveg enn að díla við það, en svo getur maður ekki skellt skuldin endalist á einhverjar aðstæður, skilur þú verður bara að taka á þínu, sko. En þetta hefur, ég er bæði búin að taka viðtal alkohólisma og heilsu og meðvirkni og heilsu. Já. Og þetta er svo áhugavert, sko. Þetta móta mann alla ævi. Já. Þetta er bara
eðlileg viðbrögð þegar maður er barn en svo þetta ennþá í manni þegar maður er fullorðinn. Já, ég tók að mér að vera svona hetjan sko, bara fann að þrífa heima því á 14 ára, þannig að enginn bara til að hafa eitthvað undir kontról sko. Og en pabbi, þú veist og það var ekkert svona, hann var svona, ég varði ekkert einhvern veginn verið við þetta þannig sé, hann var svona túramaður og bara eitthvað niður í geymslu og smíða eitthvað og drekka. En mér skilst þetta hafi svona skemmt öll jól og sumarfrí og þú veist, já. Manstu ekkert eftir því? Nei, eða sko, það fer allt í bál og brand svona upp úr því sem ég fer að koma svona til vitsu ára, þá er pabbi bara orðinn mjög veikur og kom mikið þunglindi þegar ég er 18 ára og þá náttúrulega bara vissi enginn betur og þá er ég flutt í bæinn og ég er að sitja yfir hérna inn á geðdeild og eitthvað svona sem að ég átti í rauninni ekkert að vera að gera sko. En svo sigrar hann sína fíkn þegar ég er 24 ára og maður var bara, já, en meðferðin skilur en það, já, og hann lifði í, nei, hvað? Það er svona fallegt að hafa náð að sigra. Já, og hann lifði í ég man ekki 3 ár eftir það og svo já, svo lést hann af slysförum og ég kom að hann þar, þannig að ég er alveg með alls konar. En eitt áfallið? Já, það var, risastórt. Hún datt í stiganum á, æskuheimili hans er æskuheimili mitt. Og ég kem að því, bara eins og í CSI mynd bara. Þannig að, þú veist, já. Það er alveg enn eitt áfallið, já. Þannig að það er kannski ekkert skrítið að eitthvað hafi hrunnið þannig á tímabili? Nei. Allt uppsefnað eða? Nei, lætur eitthvað undan, sko. Glasi fyllist á endanum? Já, einmitt. En bara þannig? Já. Einmitt. Þannig að hvað, sko, lífslaupið er náttúrulega bara alls konar og þú ert búin að segja okkur frá hæðum og lægðum, en hvað finnst þið svona hafa mótað þig bara mest, gert þig að þeirri manneskju sem þú ert í dag? Sko, ég held bara að ég hafi þurft að vera, eins og ég segi, ég tók þetta hlutverk einhvern veginn. Þegar ég er yngri og ég veit ekkert hvort ég hefði gert það, þú veist, ef ég hefði ekki verið barnalkohólista. En ég man alltaf að skólastjóri minn og Stöðfrið sagði bara, hún er bara fæddur leiðtogi, skilurðu. Og ég veit ekkert hvað ég er mikið fæddur leiðtogi, skilurðu, ef ég hefði ekki bara svolítið þurft það, skilurðu. Þannig að í rauninni svona hefur það bara fylgt mér, sko, einhvern veginn að bara svolítið bara æða áfram, sama hvað, skilurðu. Og þannig að, þú veist, en svo veit maður ekkert hvað er undan hænun ekki, þannig ég bara veit það ekki alveg, en þetta hefur verið svona einhvern veginn að vera svona drífandi og bara áfram og gera, og ég er það alveg ennþá, þó ég hafi kannski svona, já, sjón eitthvað höld, skilur en þá held ég bara, þú veist, já, eins og ég segi, ég bara veit ekki hvort ég væri svona í grunninn ef að ég hefði aðlast upp við einhverja svona aðeins mýkri aðstæður eða ekki, en þannig ætli það sé ekki bara það, hvernig æska mér var, hvernig ég svona taldi ég þyrfti að haga lífi mínu og kannski hefur líka alveg komið mér í koll síðan, skilur að einhvern veginn bara alltaf að halda áfram og djöflast í þessu, en svo bara býður lífið svo sem ekkert upp á neitt annað, sko. Já. Og hvað er framundan hjá þér núna? Ég veit það ekki. Ég hreinlega veit það ekki. Svona, akkurat núna er ég að svona djögla dálítið mörgum verkefnum og ég væri til í að fá svona kannski svona aðeins meiri stöðuleika í það, því að það er náttúrulega grunnurinn að þú verður að hafa svona, já, trygga innkomu og ég er svona að fá hana svolítið úr öllum áttum, en mér langar svona, já, sko draumurinn minn er að ferðast heiminn og tala.
það svona stóri draumurinn minn, það hefur verið svona markmiðið mitt, bara, mér langar bara að vera Mel Robbins, eða skilur, mér langar bara að tala. Do it. Já, bara vera jafningja fræðari, eða, svona hafa áhrif með minni reynslu og ég er náttúrulega það með 11 ára gamalt barn, þannig að ég er að reyna að taka þetta svona í einhverju skrefum og mér finnst einhvern veginn podcasti vera fyrsta skrefið í einhverju ferðalagi sem mér langar að fara að svona einhvern veginn safna alls konar reynslu og þekkingu í sarpinn og svo sé ég bara alls konar möguleika með mitt í tengsli við hlaðvarpið að vera kannski með fyrirlestra og vera með námskeið en þá kemur þetta imposter syndrom bara að byrja hvað ætti ég nú að segja, ég hef nú enga menntun í þess, skilurðu, og það er aðeins að þvælast fyrir mér hvort ég ætti að bæta einhverju við mig til að geta, en ég held að maður bara, þú veist bara náttúrulega sérfræðingur í þínu lífi og ef fólk getur lært eitthvað af því, skilurðu, þannig að ég veit ekki hvað er framöndan, en mér langar að gera sko láta þennan tilveru sprota einhvern veginn stækka sko. Veit ekki alveg nákvæmlega hvernig eða hvenar en já. Eru það fyrirlestrandi bara svona hvað segir maður, svona peppandi, hvetjandi svona já, ég sé það og líka hef ég bara þú veist, suma daga af því að mér finnst bara lífið algjör brandari sko, þú veist, og mér finnst það ekki akkurat í dag, þá er maður bara eftir viku, bara guðmengur, þú veist, og þetta allt ógeðslega komist, þannig að eins og ég hef einhvern veginn komist upp með að tala erfið mál á komiskan hátt, af því þetta náttúrulega bara eitt uppistand, skilurðu, þannig að ég svona, hvort ég ætla að vera fyrirlestra eða eitthvað svona komist í bland, skilurðu, ég veit það ekki, þetta bara eins og segja, þetta bara ein allsherjar trúðalest sko. Það verður spennandi að fylgjast allavega með þér, en mér finnst þú allavega að vera það sem ég kalla jáhrifavaldur. Jæja, ok, þú tel. Þú ert að hafa jákvæð áhrif á fólki í kringu þig. Jæja, ok. Alla sem hlustaði og ég meina þú, eins og þú segir, þú fær skilaboð eftir þættina. Já. Það er að segja þér eitthvað, þú ert að snerta og fræða og, og það er það sama og ég elska að gera, að fræða og kenna. Já. Þetta er bara, ég held þetta sé bara í manni. Annarkvort, er það eða ekki? Já, einmitt. Bara... Takk fyrir það, en suma daga finnst mér náttúrulega bara algjör bleið sko og svo held ég að það bara fæði líka til tíðarhringnum sko. Já, einmitt blessaði tíðarhringnum. Ef ég væri með leg og vissi hver ég væri stödd í tíðarhringnum, það væri frábært. Já, einmitt. Já, auðvitað, það ruglar öllu. Já. Algjörlega. Já. En er eitthvað sem ég að gleyma að spyrja sem við langar svo mikið að segja, einhver heilræði til hlustenda eða eitthvað svona? Ég vildi bara ógeðslega mikið óska þess að ég hefði fundið upp slag og Nike, bara just do it sko. Og mér finnst það er bara alltaf uppáhalds, bara ef þú vilt gera einhver breytingar, bara gerðu það. Þú veist, skoðaðu, googlaðu, gerðu það bara. Færi það bara nei, váka ég er búin að fá mörg nei, skilur en ef þú heldur bara áfram og þetta er ekki svona mikið mál sko. Bara do it sko. Það er ekki lögar. Já. Ég held það. Ég er með smá pakkahanda þær í lokin. Já. Ég er nefnilega einn af samstarfsaðalum mínum er Heilsu Hyllan og þeir eru með Better You. Við erum með fullan pakkahanda en það sem ég spenntist fyrir er ný vara frá þeim sem að ég er búin að vera að prófa núna í síðustu viku og þetta er svona magnesíum drykkjarduft. Þess að setja í kalt vatn með klöggum og þetta er þessar 3 tegundir af magnesíum og þetta er algjör snillt. Bæði gott á bragði og getur tekið þetta í raun og hvernig sem er yfir daginn sko. En hvað gerir magnesíum fyrir mig? Heyrðu, hvað gerir magnesíum? Sko, þessi magnesíum tegundir sem eru hér, það er stuðlað eðlilegri starfsemi taugakerfisins, slökun og bættum svefngæðum, það er nú eitthvað sem er gott fyrir svefninn og svo það. Dregur úr streitu, hefur áhrif á orkuframleiðslu í líkamanum, léttir á vöðvaspönnu og alls konar sko. Svo eru vítamínsprey líka, D og B og C og geggjuð magnesíum svona áburður til að bera á þig fyrir svefnin. Magnesíum sleep. Svona já. Þannig að ég vona bara að þú sofir eins og engill í nótt. Já. Já. En bara takk fyrir að gefa þig tíma
fyrir að koma. Já, takk fyrir að bjóða mér. Og Ég vona að ég hef sagt eitthvað viti. Alveg 100%. Ekki? Jú, við getum alltaf öll speglað okkur í hvort öðru og það er svo dýrmætt að heyra bara lífsreynslur annarra. Já. Það er bara eins og þú sérð örugglega sjálf Já, í þínum viðtölum, sko. takk fyrir mig. Takk fyrir mig. En áður en ég kveð ykkur í dag, þá langar mig að sjálfsögðu að hvetja ykkur þess að fylgja hlaðvarpinu þar sem þið eru að hlusta, hvort sem eru á Spotify, Apple Podcasts eða einhverjum öðrum svona hlaðvarpsveitum, að smetla bara á follow, af því að þá fáið þið líka tilkynningu þegar nýr þáttur fer í loftið. Og svo þætti mér náttúrulega rosalega vænt þið myndu fylgja mér á Heilsu Erla á Instagram og þar er ég líka með í Close Friends fyrir þá sem vilja fylgjast með æfingunum mínum fyrir Evrópumótið sem er næsta sumar og HM vonandi í haust að þá setja ég inn æfingamyndbönd en ég setu bara í Close Friends en allir eru velkomnir þangað þau þurfum bara að senda mér skilaboð. Ég vil ekki vera að henda þessu út á alla en ég veit að þeir sem hafa áhuga á að fylgjast með það er gaman að geta deilt þessu með ykkur. En ég segi bara takk fyrir í dag, þangað til næst. Bless bless!